Velkomin að Rauðaborðinu á mánudagskvöldi í janúar í skammdeginu, en það er vist sólin að hækka á lofti og það má lesa það er erfitt að skynja, hún hækkar lítið á lofti okkur degi, en svo kemur þetta af fullblæstri hérna í næsta mánuði. Þátturinn er fullur að vanda, hérna aftast í þættinum á tekur hún María Lilja á móti Morgan Priet Maheo sem er í stjórn barna á flótta sem fylgist með flóttabörnum sem hingað koma og hvort að þau fái það sem þau eiga rétt á samkvæmt alþjóðlegum lögum. Þau ætla aðeins að fara yfir stöðu flóttabarna á Íslandi. Áður en því kemur að þá tekur hann Björn Thorláks á móti Kristjáni Sveinbjörnssyni, hann er umboðsmaður Samfylkingarinnar í Suðvesturkjördæmi og þeir ætla að ræða kosningaklúðrið sem að þar er og sem að fæst einhvern veginn ekki afgreitt. Það er svo yfirkjörstjórn geti ekki afgreitt hvort að kosningarnar hafi verið öll atkvæði hafi verið talin og annað slíkt. Heldur er beðið eftir því að þingmennirnir sem að eru kosnir samkvæmt kosningunum úrskurði hvort að kosningarnar séu í lagi. Ég veit ekki, þetta hljómar ekki vel, en svona er þetta á Íslandi. Það var samið gekk í gildi vopnahlé á Gaza í gær og nú er svona rétt rúmur sólarhringur liðinn frá því að það var. Ég ætla að fá hann Kusai O'Day sem er íslenskur palestínskur aktivisti til þess að koma hingað og ræða við mig þessi tímamót. Hvernig það er hægt að skilgreina það sem stórkostlegan sigur fyrir palestínumenn að fá að vera núna yfir rústum Gaza. Hvernig að því meira ofbeldi sem Ísraelsmenn beita að því sigurvissari eru palestínumenn. Ég ætla að spyrja Kusei hvort að krafan að það verði Palestína eitt ríki þar sem allir hafi sama rétt, hvort sem að þeir eru gyðingar eða palestínumenn, hvort hann sjáu fyrir sér að það markmið muni nást á meðan hann er á lífi. Því að það er við munum eftir því frá Suður Afríku að það var lykillinn í baráttunni að þegar það var byrjað að segja in our lifetime, in our time og þá breyttist svolítið svona krafturinn í baráttunni. Herðu, Jón Gunnarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, hann kemur í spjall til Björns Thorláks hérna á eftir. Það eru formannskjör framundan í flokknum og miklir flokkadrættir. Kannski lýsir Jón yfir frambóðið sínu til formanns, ég veit það ekki, en ég býst við að Björn muni ræða þá sem að hafa verið nefndir sem mögulegir kandidatar, meðal annars eiginlega fjandvinnur Jóns Gunnarssonar, Þórdís Kolbrún, Gylfadóttir, Reykfjörð, sem að tók af Jóni þingsætið, en sem að Jón fekk svo aftur að gefa eftir að Bjarni hætti. Ég býst við að Jón muni ekki lýsa yfir stuðningi við Þórdísi Kolbrúnu. En þetta er efni sem er hérna framundan, en við ætlum aðeins af því að Ríkisútvarpið lauk sýningum á 4 þátta seríu Vigdísi Finnbogadóttur í gær og maður sér það svona og heyrir í heitapottunum og sér það á Facebook að fólk er mikið að mæra þessa seríu sem að Vesturport gerði. Hér er Oddný Eir Ævarsdóttir, þú sást þættina? Já. Ég ætla að ná þér í svona smá spjallum þá. Það sem ég hef séð er bara næstu svona halleluja, bara endalaust þakklæti fyrir þessa þætti og maður áttast ekki alveg á því hvort að þessu þættinni sem er svo góðir eða hvort að þjóðinni líði vel að sitja inn í stofu og fagna því að hafa átt og mátt elska Vigdísi Finnbogadóttur. Að Vigdísi sé eiginlega stærri en þættinir. Já, mér finnst þess að ég hef ekki kannski lesið mjög svona margar færslur eitthvað þetta. Og ekki verið heitapotinn. Og ekki verið heitapotinn, en mér finnst þess að þetta sé, það er ánæg yfir bara, eða bara svona þetta er notað eins og tilefni til þess að staldra við og rifja upp tengsl við þennan forseta og ekkert langt síðan við vorum náttúrulega bara að pæla í, allir voru að pæla í hvernig forseta þeir vildu sjá. Svolítið að þetta er heldur svolítið stutt leið að fara einhvern veginn, að fara að tala Vigdísi. Og Vigdísi er svona besti forsetinn. Í svona, ef þú myndir spyrja þjóðina hvaða forseta myndir vilja fá, heldur að flesti myndir segja Vigdís. Ég hugsa það nú. Hún er drottningin í þessu. Og það er náttúrulega svolítið gert kannski út á það í þessum þáttum eða svona, það er svolítið spilað á einhver svona
þetta sameiginlega sem hún á. Þetta sé sigur þjóðarinnar að hafa kosið konu sem fórsta. Má ég skjóta einu aðri að koma á þáttunum? Að ég hugsaði líka þegar ég sá þessi svona almennu mjög jákvæðu viðbröð að það væri líka svona yfirlýsing það að fólk vill fá svona nútíma söguna eða þú veist svona nýliðna sögu eins og gerðist í Verbúð líka, sem var Vesturport gerði líka og vakti gríðarlega lukku að það væri líka svona manstu þegar Matador þættina voru sýndir í Danmörku að það fengu Danirnir svona the good old times og svona eitthvað svona tími til þess að horfa aftur eitthvað. Er þetta ekki líka eitthvað þannig að Íslendingum finnst bara gaman að horfa á eigin sögu? Jú, og svo gaman náttúrulega nota sjónvarpið svona að því að þú veist það er svo vel, senurnar eru vel propsaðar, þú veist leikmyndin eru flottar og fallegar. Engin þunglindur spæjari að reisa ykkur að þraut. Það er líka rosa kostur. Það er mjög mikill kostur og svona maður fái bara að dvelja hans í þessum tíma sem margir muna eftir í gegnum sögur síns fólks. Já, ég held að þetta sé bara mörguleiti svona svolítið sammenningar, þetta verður einhver útgangspunktur fyrir umræðu. En þá kemur bara þetta umræðu hvað? Hvort það er umræðu kvenréttindi, umræðu forseta, lýðræði, Ísland, það er náttúrulega tilefnin til að ræða svona flokkadrætti og feðraveldi, sérstaklega í fjórða þættinum, þegar hún er virkilega komin í kosningabaráttuna. Og það er vissi skít og skömm frá kunnulugum stöðum bara ofar í göttunni, frá Valhöll og félugum. Já. Og mókarum. Og svo landsbyggðin kemur ekkert mjög vel út fyrst í stað þarna, það er að spyrja hvort hún sé hrein mey, svona það svolítið verður dálítið erketýpist að landsbyggðin sé svo konur út á landi séu álabalegar. Já, gamaldags að spyrja þetta en svo sendir einhver konur út á landinni þessa ullardrakt og hún einhvern veginn gerir þessa sveitamennsku svona sinni og bara mjög bein í baki og gerir gott úr því svona, og þetta er glæsilegt en ég hjó eftir svona auðvitað var landsbyggðin og voru Íslendingar sveitalegir að mörgu leyti en það er sumt svona sem að maður velti fyrir sér bara eins og mammenar það er kannski það sem ég sló mig aðeins bara mammenar sem er eiginlega þekkt svona kvenréttindakona eða Getur þú vega lítil persóna í sögunni? Mér finnst svona mjög, bara ef ég ekki vita betur, ég hef lesið bók Páls og Alssonar Vigdísi, það er mörg ár síðan. Mér finnst hún mjög gaman að lesa hana, mjög svona flott bók og líka bók Steinunnar Sigurðardóttur, ég held að hún heiti Eina forsetavakt þannig að mér fannst gaman þá að ég var í Frakklandi að lesa þessa konu sem að því maður upplifði hann einmitt sem brautryðjanda og maður svona fann fyrir þakklæti í hennar garð sem nemandi í Frakklandi að því það var einmitt eins og ég lýsti þáttunum erfitt að koma sem Íslendingur þarna í þetta umhverfi og það oftar en ekki þá eiginlega bara opnaði nafn Vigdísar og svo Bjarkar líka þessar að tvekja kvenna svona opnuðu bara hliðin fyrir manni þegar maður var eitthvað böðlast við að fá eitthvað stimpil inn á skrifstofu og kunni ekki, þú veist, gat ekki tjáð sig og eitthvað staði fyrir máli sínu að þá var svona, það var mjög gaman ef einhver, þegar maður sagði Ísland að þá kom þetta nafn upp, þannig að mér fannst það gaman en hvað, var eitthvað í þessari sögu sem við verðum að segja okkur sem að þú vissir ekki áður þú nefndir hann að draktina, ég vissi ekki þessi saga, hún hefði verið prjónuð af konu sem hefði fengið að ættleiða einhleip vegna þess að Vigdís hefði rutt brautina, ég vissi það ekki. Nei. Og því að ég man alveg eftir þessari drakt eða þessari prjóna kjól eða ekki kjótfrekar drakt eða eitthvað. Ég veit það ekki. Já, ok. Mér var þetta mjög flott atriði og ég myndi þetta ekki að þetta hefði verið prjónað af konu og þarna kemur þetta svona hvað þetta hefur mikil áhrif að kona sé í valdastöðu eins og talað núna að það hefur mikil áhrif allumis ekki bara hvítar konur sé í valdastöðu eða það skiptir máli fyrir eða bara það sé ólíkt fólk í valdastöðum skiptir máli fyrir börn sérstaklega þannig að mér fannst þetta nú koma fallega fram svo kemur þetta fyrirverandi maður hennar eða kærasti, ég man ekki og maður, Þorvaldur læknir og hann segir svona þú varst nú alltaf brautryðjandi þá fór ég að hugsa svona í fyrri þáttunum það var ekki beinlínis svona maður sæði það var ekki mikið
gert út á það? Það var atriði í MR þar sem að hún og stöllur hennar mættu í buxum og voru heimt að fá að læra bara jafn mikið og drengirnir hinum megin við ganginn. Það virtist vera þannig að þetta var svona að það væri verið að kenna, þýtti ekki að kenna þeim allt og mikið því að þeir myndu bara giftast einhverjum og væri ekki til mikils að mennta þeir, væri stemmingin. Það var svona, en síðan annað var það að hún bara fór til Frakklands og lenti svolítið erfiðleikum með tungumálið og brotnaði svolítið þar einn og svona, eins og það er erfitt að vera í þessari stöðu og svo giftist hún og þú ert ekki alveg vissum svona hvað sögur verið að segja? Nei, með brautryðjandi, sko. Ég er að reyna að botna þessu út að segja. Hvar var hún svona brautryðjandi í þessu? Já, kannski þessu að fara bara sína, ætliðin, og fara sína leið, fara aftur til náms, láta það ekki brjóta sig og svona einhvern veginn að losa sig úr viðjum þetta hjónabandsins raunverulega, verða ekki þessi svona húsmóðir sem að greinlega á þess að vera svona fórustu kona í þeirri breytingu sem er hennar kynslóð er náttúrulega rauðsokkurnar og kannski þeir sem eru aðeins yngri og það kom ágætlega fram í þáttunum að það var svona að hún var í stjórnunarstöðu í Iðnó og þess vegna gat hún ekki alveg tekið fullan þátt þannig að hún var alltaf með svona sérstakar stöðu þannig að hún var ekki beint fórustu kona í kvennabaráttunni. Nei, mér fannst það sér kvenréttinda konunnar, þær voru rosalega flottar og debattið með þessi hugmynd af hverju hún taldi sig ekki geta stöðu sína vegna stutt þær og svo endar af hverju þær töldu sig ekki geta stutt hana en ákveðu síðan að styðjana. Mér fannst þetta að vera svona mjög flott svona einhvern veginn flétta og bytturum við það sem mér fannst líka mér fannst nú eitthvað skrítið samt við bara þetta handrit verði nú að segja fannst mér ekki alveg nógu gott af því hún leggur svona mikla áherslu Vigdís á tungumál og það hugsaði að mér hefði verið skemmtilega að aðeins verið svona nostra meira við handritið og ekki bara til að gera það eitthvað fornt það er náttúrulega voru augljósir að skrifa svona meira afgerandi talanda upp í hana eða bara mér var stundum vera bara eins og það væri verið að tróða upplýsingum á framfæri og samtölin voru dálítið stíf en hins var samband hennar við vinkonu hennar Margréti eða Möggu á báðum aldurstigum fannst mér eiginlega vera svona styrkurinn í þáttunum og styrkurinn í handritinu það var svo falleg sambund vel gert og vel leikið en mér varst söpt af hinu eitthvað svona vant á þegar hún að svara fyrir þarna franska absúrdleikus það var svolítið fyndið henni í Iðnó þegar hún að koma allar að setja á svið einhver frönsk nútíma leikrit þá ég bara þekki hann ekki nóg mikið ég ímyndaði mér einhvern veginn ekki hún væri svona alltaf að ligna aftur augum svona og dæsa og gæti ekki alveg svara fyrir sig þú veist af hverju það skipti máli að setja þessi verk þú veist það kom kannski svona hálfgerða klísjur mér varst þetta ansið svona en sagan er svona kona í mótun og svo kemur hún kosin það bara þetta endar á því að hún kosin sem forseti og mætti eiginlega segja svona í sögunni þá bara endurfæðist hún inn í minningu okkar svona drottningu Vigdísi. Og það er eitt svona sem að gæti verið svona næstu eins og svona grískur þráður eða eitthvað. Að þegar hún í kosningabaráttunni að þá þarf hún eiginlega að sverja af sér næstu því. Svona það að hún hafi verið í Keflavíkurgöngu, að hún hafi verið þarna tengd Alþýðubandalaginu, hún segist aldrei hafa tengst flokkum og það var mikið verið að skrifa þetta í moggunum þess að vera að draga þessa fortíð og hún til þess að því að ég sá einhver stað í Facebook var sagt, þú veist að mikil fyrirmynd og það er það sem að hún vildi þessi orðið sem henni fannst vænstum að verða fyrirmynd og maður sér það er næstu í svona eins og svona grískur svona að hún afneitar því sem hún er til að geta fæðst aftur svona hreinni til þess að geta orðið fyrirmynd fyrir fleiri maður fannst það svona að vera þarna í svona síðasta þriðjungnum
svona þessi svona eins og væri svona endurfæðingar hreinsunareldur til þess að geta átt þennan stall sem að hún hefur auðvitað með þjóðinni þegar maður allir, ekki allir stór hluta þjóðinni horfir á þetta og finnst þess og þetta sé saga sín, einhver leyti þetta er Vigdís okkar og drama þegar hún svona mammenni kemur hérna gömul og giktveik og svo er hún að fara undir lokin, hún er að fara að ganga út á svalirnar og þá það er alveg rétt, hún er svona eins og grísk gyðja, sko, hún er ekkert eitthvað að hjálpa mömmu sinni að setjast, heldur sko bara aðstofkorðar og hún er svona verður, hún er orðin svona drottningin hann í ulladraktinni og gengur út á svalirnar. Fyrirmyndi sem við þurftum. En líka þarna, senan þarna með Halldór Laxness þegar kemur svona tónlist undir þegar Laxness spyr hvað heitir þú og þá svarar hún Vigdís og það er svona dramatist, þetta er alveg... Mér fannst það ekki gott atriði, mér fannst það alveg fráleitt. Það var eitthvað ansvandræðilegt. Því að Laxness kemur þarna í svolítið svona skrýtnum leik og talandi að því við vorum að tala sko herstöðanstæðinga og svona róttæknina og hann var náttúrulega þessu tíma sko ákaflega róttækumadur en það var einhvern veginn, sena var eitthvað allt annað. En senan var bara svona að Laxness segir við Vigdísi, ég sé þig, sem eiginlega svona góðsagninnar okkar hafi hist þarna og séð hvora aðra og maður hugsa, hvað er þetta? Ég náði þeirri senu ekki, sko. Nei, ekki heldur, og einmitt þetta, maður skilur þetta að hún hafi þurft að þetta var, hún þurfti svolítið að leggja til hliðar sín helstu áherslu atriði, eins og hún eiginlega orðar vel, það er margt auðvitað flott vel orðað í þessu handriti, ég ætla nú að segja það auðvitað og þegar hún er að segja við vinkonu sína, sko, ég mun bara einhvern veginn ekki svara fyrir mig heldur svona sína það í verkið að svoleiðis og vera, en það er einmitt þessi róttækni ekki bara í pólitíkinni heldur líka í menningunni, sko og sem Halldór Laxness var líka fulltrúi fyrir. Mér finnst einhvern veginn eins og það hafi aldrei verið, sko, mér finnst óþarfi af handritshöfundar eru ekki forsetaefni, þannig að þeir þurfti ekkert að fara smætta þetta eða svona skafa þetta af. Þetta var eins og búið svolítið svona bara... En þeir eru ekki beint að skafa það af, þetta er þarna, en þeir eru ekki eitthvað sérstaklega áherslu á þetta. Þetta er svona... Það er bara eins og tala það, en það kemur ekki, maður finnur ekki fyrir því, sko. Mér fannst ég ekki finna fyrir því. Talandi Laxness sem var mjög róttækur langt yfir miðan aldur, eiginlega bara fram á 60 aldur eða eitthvað. En síðan skiptir yfir og er einhvern veginn reynir að eyða sko sögunni sinni og lendir í því að verða bara menningapái Íslands númer 1, 2, 3, 4 og 14. Og er þá með svona stöðu sem er eiginlega fyrir alla þjóðina. Og Vigdís að sömuleyti gerir þetta líka. Hún er kannski borin til vegsemdar af róttækari hluta þjóðarinnar, en hún verður sko drottning allra þjóðarinnar og hún talar aldrei herinn sem forseti, hún talar aldrei að það sé eitthvað að því að þessi erlend herlið á friðartímum, hún talar aldrei þessi atriði sem að kannski voru þarna sögð frá að voru hluti af hennar skoðunum eða kannski hennar tíðaranda, ég veit ekki. Vist nú eiginlega svona, maður fær nú miklu sterkari mynd af henni við lestur þessara tveggja bóka sem ég var að nefna. Heldur en seríunar? Já, mér finnst það sko. En auðvitað serían áheldur ekki að vera eitthvað tæmandi, hún á líka að vera eitthvað tíðarandir eða ekki og Ef við værum að horfa, segjum að við værum bara frakkar eða spammerjar eða eitthvað og þessi sería kæmi í sjónvarpið. Það var svona nokkur atriði sem að er eiginlega ekki svarað almennilega. Eins og hvert var samband hennar við Magnús Magnússon? Já, það er náttúrulega spurningum vilja þau ekki svara því bara og veit það enginn. Ég man það allir ekki hvort það kom eitthvað fram í en samt er alveg tekið fram í upphafi að það sé gefa sér ákveðið skáldaleyfi og þannig að það er svona maður velti fyrir sér af hverju fær maður samt maður fær að vita ansi mikið og hann er ansi svona það gefið svo margt í skil einhvern veginn en það er skilið opið fyrir mismunandi túlkun. Já. En það er maður myndi bara við vitum ekki hver Vigdís er að þetta samband í sögunni það er svolítið veikleiki að skilja eftir svona, veit ekki alveg hvað þetta er þetta, þau eru sálufélagar eða eru þau
elskendur, það svona gefið til kynna með viðbröðum hennar þegar hann kemur ekki til landsins, þegar hún þarf á því að halda og hann þarf að vera í fjölskyldu sinni og þetta svona klassísk elskendasena en samt ekki verið að sýna þau sem elskendur. Stundum það erfitt fyrir svona þjóðir að búa til myndir eða sögur sína góðsagnir. Stundum bara betur ykkur annar gerir það vegna þess að það svo margt sem ósnertanlegt. Já, líka þegar það svona mikið lagt upp úr því að sýna hana sem svona bara venjulega, venjulega en samt óvenjulega, unga stúlku á þessum tíma og þetta svona hvað einhverjir vonbiðlar standa vandræðalegir heima hjá henni og foreldrarnir eru svona gamaldags en raunverulega lýsing á heimili þeirra hjá Vigdísi ef ég man rétt var allt öðruvísi einhvern veginn. Þetta var ekkert eitthvað svona stíft heimili og þannig þau eru mjög, foreldrarnir eru mjög svona stífir og miklu svona fjarska og fjarlægð og já standa svona einhvern veginn já, þannig að mér finnst það og þessi Magnús líka, hann verður eitthvað svona maður skilur ekki alveg þetta svona hún situr þarna með rauðvínsglasið og ætlar að hringja hann og ákveður svona að hringja ekki og það var svona eins og handrit eins og það væri bara einhvern veginn svona önnur saga sem ætti eftir einhvern veginn að vinna úr og það hefði nú alveg verið gaman að gefa þessu bara kannski nokkra fleiri þætti og það er nú aldeilis tilefni til þú veist, ef að líka pólitíkin hefði verið meira tekin inn í. Það sýnt að hún reykir, það var svona það vissu allir blaðamenn og svona sem að fylgdust með heimsóknum og fleira að hún reykti, það var aldrei sagt frá því, það var svona bara samkomulega að það verið bara ég veit ekki, kannski hætti hún að reykja eftir 4 ári, 8 ári í embætti en ég man alveg eftir þessu það vissu allir að Vigdís reykti það sást hvergi, það var engin sem að byrti mynd af henni. Það er að því hún er náttúrulega þessi fyrirmynd og maður skilur það. Það er fleiri en hún sem að búa raunverulega til fyrirmyndina og sömuleyti þá gengst hún upp í það sem að þjóðin vill búa sér til þessa Vigdísi og hún tekur það að sér ef þetta væri saga þá er þetta kannski líka saga mannesku sem að axlar þá ábyrgð þau hlutverk sem henni falið og gerir það vel ekki beint það sem hún sóttist eftir en hún axlar það. Jú, en mér finnst það mitt vanta kannski svolítið í þetta. Það er þessi neisti sem að maður náttúrulega fann hjá þessari konu í hennar sérstaklega svona þegar hún er að jafnvel eftir hún er forseti, þú veist, bara vinnur mjög ötulega að framgangi minnihluta tungumála menntun kvenna og svona, þú veist, mér fannst einhvern veginn kannski skógrækt og svona náttúruvernd og svona landi tungan þjóðin sagan var svona sagði hún oft í þessari röð en þá hugsaði mér kannski hefði alveg að því að núna finnst mér leiðilegt að vera eitthvað svona setja mig í spór gagnrýnenda en ég alveg veð í það hlutverk núna en hef alveg fyrirvara á því að ég er ekkert búin að alveg úthugsa en ég samt hugsaði þess að þegar hún svona halla sér aftur hvort það var með sígarettu eða ekki og dæsir enn og aftur hjá sjoppunni og hvort að maður vitandi hvað þetta er fáa mínútur að það hefði verið gaman að einhvern veginn sjá meira af þessum að því mér finnst hún eins og hún sé kannski meiri svona ég upplega hana svona aðeins meiri prakkari og ögrari og það kannski vantaði pínulítið það. Ég vil sjá meira af slíku. Það er ég skrifaði á Facebook hvort að vondikallin væri bakarbyggjin í Sjálfstæðisflokknum sem að reyndu allt til þess að sverta hana og beittu bara fyrir sér lígum og útúrsnúningum og öllu til þess að hindra það að eitthvað sem hefði gengið Keflavíkurgöngu, eitthvað sem hefði verið tengt Alþýðubandalaginu, yrði forseti, það væri bara, mætti ekki gerast. En þeir töpuðu. Töpuðu kannski vegna þess að voru 4 frambóðu og atkvæðin dreifðust mikið, það nú oft verið sagt að ef við hefðum haft sömu reglur og mörg lönd að það væri önnur umferð þá hefði Vigdís ekki orðið forseti af því að það voru ekki fleiri en þessi 33% sem voru til í það að stíga þetta skref og hefði verið önnur umferð þá hefði Guðlaugur líklega unnið og orðið forseti en þetta kemur svolítið fram svona andstaðan við þetta og það að þetta er ekki bara hún sé kona, heldur úr hvaða pólitíska ranni hún er eða andstæðingar hann að meta að hún komi hún náttúrulega segist ekki að vera
það verið að draga upp myndafinni sem hún segist ekki vera. En sko, það ekki bara eins og í París þegar hún ung stúlka og hún verður ólétt, hún reyna að eignast barn, þetta eru svolítið nokkrar mismunandi sögur, hennar ástarsaga og svo þessi svona hún unga konan sem að mennta sig og spennt fyrir svona þessu nýstárlega og já, kannski hefði mátt bara vera ég hefði viljað sjá líka einmitt það bara meira hvernig þessi franska menning svona hafði áhrif á hana en þá var farið yfir til mjög persónulegt þannig að einhver leiti fannst mér þetta kannski ekki alveg nógu feminist sko, ég bara að velta því fyrir mér ég eftir maður þyrfti að horfa það aftur svona. Er þetta það verður gaman að heyra svona hvað feministar segja sko. Þetta þá ég að meina sko hvernig myndin gerð bara hvernig handritið skrifað að sannarlega mikilvægt að minna á persónulegu söguna og battegnirnar og þetta sára og það náttúrulega feminismin inn á herbygginu inn í bara hjónaherbygginu og inn í eldhúsinu og það í þessari sögu og vinkonan, já en það svona eins og þurfa alltaf að vera einhvern veginn annar jú, hún með bók og að lesa og svona en það satt líka gaman að sjá bara hvaða til að rýma síðan við það hefði verið svolítið fyndið að maður hefði svona séð hann að hrífast af þá þessu absúrt leikhúsi í París það var ekki og sjá svo þú veist munin þegar hún kemur til Íslands og að fara að reyna einhvern veginn að setja það upp og hvað það svona, það hefði verið skemmtilegt þú sér það ekki að hún hrífist af sko, leikhúsinu eða menningunni í Frakklandi heldur hún hún heldur á rauðvínsglasi og að borða osta sem svona táknum ykkur franskan svona lífsstíl frekar heldur að maður verði eitthvað var við eitthvað svona íslenska menning og franska, það ekkert slíkt og ekki heldur í Danmörku og Svíþjóð sem maður verður varðið það í þessari sögu. Herðu, hún reynir mikið eignast barn en getur það ekki og þú nú skrifa bóku það. Hvernig fannst þér sá hluti vera því að hún síðan ættleiðir og berst mikið fyrir því að ættleiða og þráir barn sem náttúrulega kannski stór hluti og spannar líklega 15 ára ævinnar svona þessi barnegna tími. Ég get ekki alveg svona sagt að mér fannst það vera fallegt og eins og ég segi þetta svona kvenlega þessi reynslu heimur kvenna sem einhvern veginn sem hefði líka ég að segja að það vanti þetta hefði verið kannski farið svona ofíkt í að hafa bara þann reynslu heim þú veist að því að náttúrulega oft það þannig það verið að sýna einhverja konur sem eru forsetar og þá sýnt hvað þær voru miklu menntakonur eða eitthvað svoleiðis og ekki talað hitt og náttúrulega mann finnst áhugaverð kannski sjá hvort tveggja og þarna fannst mér þetta bara mjög nokkuð áhrifamikil saga svona þetta en ég get ekki alveg sagt hvað það var það var eitthvað sem truflaði mig en ég get ekki alveg sagt hvað það var Herðu, hún kjörin 1980 þá þú ung stúlka þú gast ekki kosið hana nóttið frá hvaða gildi heldur að kjör Vigdísar Finnbogadóttur hafi fyrir konur og þínum aldri? Þetta var nú erfið spurning maður. Já, það bara búið upp á það verið á búið. Já. Hvaða gildi? Heldur að gildi sig kannski meira hjá konum sem eru íviðeldri þú eða? Nú ég svo vond með þetta sko, ég bara mannvallar hvað ég gömulega neitt sko, býtinu við ég hugsa það nú, það ekki það hefði ekki meira kannski áhrif á konur sem voru, ég veit eins og allir ég held að ömmur mínar hafa haldið mjög mikið upp á Vigdísi, svona þetta hefði verið þeim svona mjög mikilvæg fyrirmynd sko. Ég var líka það í svona minni fjölskyldu og svona kringum mig að svona elsta kynslóðin sem að konur sem upplöðu þetta sem mikinn sigur þú ert kannski svo unga, þú ert bara barn og þú elst bara upp við það sér sjálfsagt að þessi kona á bestastöðum sko. En eins og ég segi, ég fann auðvitað fyrir því þegar ég síðan fer og útlendingur þá fann ég fyrir þessum mikla styrk sko, þá fattaði ég fyrst skipti hvað hvað þjóðhöfðingi eða svoleiðis, eða getur verið sko.
Herðu, takk fyrir að koma hinga og ræða þátturinn Vigdísi sem svona einhvers konar endurskrifa á svona nýliðinni sögu okkar sem að sjónvarpið ætti náttúrulega að vera bara alltaf að gera. Þetta bæði hollt og gott og skemmtilegt. Takk fyrir. Takk. Herðu, Vigdís var fyrirmyndi, ég veit ekki hvort að Jón Gunnarsson flokkis sem slíkur, en hann kemur hérna rétt á eftir og Björn Þorláksson ætlar að tala við hann. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.